Verið velkomin í þáttinn okkar Reykjavíkur fréttir þar sem að borgarfulltrúar sósíalista ræða mál tengd borginni og það sem þarf að laga. Ég heiti Sanna Magdalena og nota persónufornefnin hún og Ég heiti Ásta Þórdís Skjaldal, kölluð Ásta Dís og ég nota persónufornefnið hún. Og við höfum mikið verið að ræða strætó samgöngur og ýmislegt sem við höfum rekist á í þeim efnum og hérna í dag ætlum við að ræða strætótengingar við nýja hverfið í Gufunesi. Og til okkar eru komin Móberg og Glitta. Má ég kannski biðja ykkur að kynna ykkur sjálf? Já, hæ, ég heiti Móberg, takk fyrir að bjóða mér að koma í spjallið. Ég nota fornafnið Hán. Og ég hef búið í Gufunesi í 2,5 ár núna. Já, kannski segja betur frá minni reynslu af strætónum bara eftir að Glitta er búið að kynna sig. Ég heiti Glitta, ég nota öll persónufornafn. Ég var fyrsti einstaklingurinn til að fá afhenta lykla íbúð, sem íbúðareigandi, það var vissulega fólk sem bjó hana fyrir. Já. Við kannski fáum upp mynd sem að lýsir þetta er textabútur sem er hérna tekin á heimasíðu Þorpsins Vistfélagsins og þetta er þarna skjáskot af texta sem fjallar dálítið í rauninni íbúðagerðina og við ætlum að sjá þessa mynd aðeins á eftir með strætótengingana en ef við getum skoða þarna að það stendur þarna svo ég lesi af þessu íbúðirnar minimalískur lífstíll fjallar meðal annars það að hamingjan felist ekki í því að eiga sem mest heldur frekar að njóta þess sem maður á og velja það af kostgæfni. Með þá hugsunarlega ljósi voru fyrstu íbúðir Þorpsins við Jöfurspás í Gufunesi hannar öll nútíma þægindi með sem minnstum tilkostnaði, íbúðarnar litlar og allar eins utan fjölda herbergja, herbergin mismörg, gengið inn í þau öll frá alrými, stofu og eldhúsi og þar af leiðandi engin gangur sem gjarnan er fremur dautt rými. Áhugasömum kaupendum var gefinn kostur á skrá sig og tilgreina óskýrum herbergjafjölda og íbúðarnar 137 voru skipulaðar með tilliti til þess og þannig eru í Jöfurspási 11 4 stúdíóíbúðir, 22 2 herbergja, 61 3 herbergja og 49 4 herbergja íbúðir. Svona svo ég komið með smá bakgrunn að þá eins og þetta var allan að kynnt fyrir okkur í borginni og borgarfulltrúum að þarna væri svona vistvænt þorp að fara að koma og jafnvel að þetta ætti að ná til þeirra sem að svona vilja lifa bílausum lífstíl. Ég kannski spyr ykkur bara hvernig ykkur finnst að búa í Gufunesi og af hverju þessi staður varð fyrir valinu? Mér finnst smá fyndið að heyra þetta með svona svolítið verið að hampa mínimalískum lífstíl og hann á margt gott í sér og ég kann mjög að meta margt við hönnunina á íbúðunum. Þær eru vissulega, það er opbáslega góð nýting af plássi en svo er annað að þvinga mínimalisma upp á fólk af því það til dæmis fylgja ekki geymslur en langflest fólk á einhverja hluti sem á þarft að geyma í geymslu. Þannig að svona við höfum þurft að vera opbáslega lausnamiðið í hugsun til þess að bara hreinlega koma hlutunum okkar fyrir og þó erum við frekar mínimalísk ég og maðurinn minn, svona, við erum ekki einhverjir maximalistar en aðal ástæðan fyrir að ég keypti í Jöfurspási var að það var aðgengilegt fyrir mig. Húsnæðismarkaðurinn hefur bara verið mjög erfiður fyrir sérstaklega ungt fólk að komast inn á mjög lengi eins og er bara alkunna. Og þegar ég var loksins komið í þá stöðu að geta farið að kaupa mér íbúð þá var þetta bara gullið tækifæri einhvern veginn. Það var hægt að fá hlutdeildarlán sem að ég nýtti mér og hefði bara líklega ekki komist inn á húsnæðismarkaðinn hefði ekki verið fyrir það úrræði. Mögulega hefði ég getað náði en ég væri þá í talsvert verri stöðu í dag því að
svo hafa náttúrulega orðið svakalega vaxtahækkanir og allt þetta. Já, þannig að það var fyrst og fremst það sko. Og ég setti ekki, það var ekki fyrirstað fyrir mig að þetta væri langt í burtu því að þetta var náttúrulega einmitt kynnt sem bíllaus lífstíl hverfi. Þannig ég gerði bara fastlega ráð fyrir því að það hlýtu að vera samgöngur til staðar. Og það var smá skellur þegar Anna kom á daginn. Ég skal trúa því. Já. Þessi var svolítið ítt að mér. Ég hafði ekki verið að fylgjast mikið með. Ég hafði ekki hugsað mér að kaupa íbúð alveg á þeim tíma sem ég gerði. En foreldrar mínir sýndu mér, hefði heyrt tala þorpið og veit að ég hef í langan tíma haft mikinn áhuga á svona umhverfisvænni lífstíl og meðal annars með meistaragráðu í umhverfissálfræði. Þannig ég hef haft áhuga á hvernig er þetta að deila sem mest. Mastersverkefnið mitt fjallar deili hagkerfispælingar og þorpið, þetta hús sem við búum í svolítið auglýst sem allan að mér að þá það deili salur, það verða deili bílar, umhverfisvænar samgöngur og þannig myndist bara eitthvað samfélag af fólki sem tilbúið að deila og lifa svona minnir var sem við tiltölulega nálægt í en kannski meira svona nægjusam lífstíli. Mér finnst oft svona para saman. Já, vistvænt og nægjusamt. Þetta helst allt í hendur svo einhverju leyti. Það var mikið í markaðsefni sem að svona tikkaði inn á vistvænan lífstíl og það hefði það einmitt til okkar líka. Grænmetisgarðar, dásamlegt. Bara hver vil ekki grænmetisgarð og svo hefur það nú orðið. Og við erum allir að nokkur sem mættu með þessum forsendum. Við hefum náða að tengjast alveg góðum böndum, þannig að vissulega ekki. Algjörlega. En það voru þetta bara mjög ódýrar íbúðir og maður skilur að það eftirsóknarvert. Akkurát. Þannig það vissulega samfélag þarna, það alveg hluti íbúðina sem að langar að vera með eitthvað svona virkara samfélag heldur en kannski gengur og gerist í blokk. Já. Og meiri samgang og deilihagkerfi og við erum svona, já, þau sem eru kannski svolítið svona einhuga þetta erum duglega að gera hluti okkar á milli en síðan einmitt það búa, 300-500 manns þannig að það alls ekkert allir, já, það ekkert öll í sömu pælingum. Og skiljanlega, mér finnst það skiljanlegt, eða væru fleiri valmöguleikar út í samfélaginu að ódýrum íbúðum og þannig. Þá væri fólk sem væri kannski einmitt að velja þetta gaggjart af þessum ástæðum. En það eru fleiri ástæður fyrir að fólk að velja þessar íbúður líka, dýrahald, leyfilegt. Já, dýrahald nálægt við ættingja sem í grái, það margt. En svo líka talsvert að fólk hafi keypt og sé að leigja út og þá alls ekki, mér finnst svona, eins og þessi, þau okkar sem virki í þessu að vilja þetta svona sjálfbæra vistvæna samfélag, við erum flest íbúðar eigendur sem kannski bara eðli máls samkvæmt leigjendur eru oft bara í skemmri tíma og þá En finnst ykkur þá jafnvel að leigjendurnir upplifi sig svolítið blekta eða í einhverju verri stöðu heldur en íbúðar eigendur sjálfur að vera komnir á þennan stað sem svolítið út úr? Ég held að við upplifum okkur öll svolítið blekta sömuleyti sko. Og við dílum öll við sömu vandamálin sem til dæmis bara skortur á sorphirðu, skortur á almennilegri aðstöðu sorps hvað segir maður? Sorpmála bara. Já, það heilbrigðis eftirlit Reykjavíkurborgar hefur úrskurðað að það sé óheilsusamlegt hvernig sorpmálum háttað þetta. Allan í okkar blokk, svo blokki með hliðin og sýnist mér ekki vera nóg mikið að tönnum þannig að þau voru að hendi okkar aukagáma sem eru núna hornir. Já, þetta virðist vera vandamál í fleiri byggingum, ekki bara Jökulsbósi 11. En svo hana djúpgámanir, en svo var vist eitthvað fólk annars þar frá að hendi og það var ekki velvilji fyrir því. Nei, þannig að við áttum að fá djúpgáma, en síðan var hægt.
Já, það var í kynningarefni en síðan var hættu það og við erum með einhver sorpgerði sem að ég gæti sko kastað í út gluggan hjá mér og bara við hliðin á leikvöllinum. Er það þá þar sem að var heilbrigðiseftirlitið gerði athugasemd við Já. það? Já, svo bara virðist einhvern veginn enginn kannast við að bera ábyrgð á hvað svo. Ég hafði bara bent í hringi. Ég veit að Já. húsfélagi hefði hörðum höndum að reyna. Húsfélagi og einstaka íbúar sko. En þetta Er það þá að yfirfyllast jafnvel og fjúka úr því? Já, Það eru bara offáar tunnur stöðugt. en við fengum svona ekstra stóra ruslakabar sem eru fyrir utan sem að var verið að greiða fyrir aukalega. Já, sem þorpið hérna sá fyrir og já, sem svona bráðabera laust þangað til að vera búið að finna út úr hinnu en það eru liðin 3 ár þannig að einmitt. þeir hörfið núna bara einn daginn og Ég heldur hafi verið fjarlægir til þess að klára að Stæð. hellureggja bílastæði. ég kannski koma þér aftur. Ég myndi ekki stóla það. Nei. En það er allavega að vera að gera bílastæðið, þannig að það er frábært. Það er einmitt 3 árum setna. Svona. Ánægilegt í bílastæðamálum að nú eru þess undan það að mér skilst frá borginni fyrir bílastæðum að þau eiga að vera ákveð mörg per íbúð en það var veitt undan þá að þannig að þau eru færri og upprunalega voru ekki nema 47 áætluð svo vorum fjölga upp í 67 fyrir 137 íbúðir. Já, hann svona hálft á mann. En akkur með þeim forsetum út af því að þorpið fær lóðina á mjög góðum kjörum frá Reykjavíkurborg, þannig að maður myndi halda að það hefði átt að vera. Já. Þá út af þessari undan þá að það hefði sett eitthvað pútt og maður reytti sér akkurat á það út af það var allir sér baksaga að það yrði þá samgöngur. Já, akkurat. En síðan var nú mann ég ekki alveg hvern ég var að ræða eitthvað sem að tengist borginni sem var að segja að borgin hafi aldrei gefið neitt út að þetta ætti að vera bílaust lífstílskverfi. Þannig að maður svolítið veit ekki hvað ok, og hvað? Ég hef aldrei séð markaðsefni neitt að allt hverfið ætti að vera bílaust. Nei, en þá er þá spurning af hverju er þá verið að veita undan þá á bílastæðum og betri kjör. Mér finnst þetta ekki alveg make a sense. Fer ekki sama hljóð og mynd? Nei, það gerir það ekki. Og það þarf svo lítið til þess að átta sig á því að þú getur ekki bæði haft skort á bílastæðum og skort á samgöngum. Nei, það er mjög hamlandi. Já, það er það. En hvernig síðan flytið þið kaupið og svo flytið á staðinn og hvernig var það síðan að hafa þá ekki aðgang að strætósamgöngum? Var ekki pöntunarþjónustan komin þegar þú flyttur? Sko, ég átti bíl þegar ég flutti fyrst inn en bara mánuðið eftir að ég flutti inn þá lendi ég aftan á keyrslu og ekki aftan á mig á ljósunum sem ég var að beygja niður í Gufunesið eins og ég minnst á í spjallinu okkar áðan að það er samgöngunar sem tengja Gufunesið við restina Grái. Þessar samgönguæðar eru ekki undir það búnar að það búi svona mikill fjöldi fólks núna, þannig að það er ógeðslega mikið álag á þeim og þessi ljósur eru aldrei hættuleg. En bíllinn minn eyðilagðist og þá var ég í vondum málum því þá var ekki búið að leggja göngustíg ennþá að hverfinu. Flytur, er það eftir áramót? Ég flutti inn í apríl 2022. Þá held ég að sé komin. Pöntunarþjónustan komin. Jú, ég hugsa það. Ég man ekki nákvæmlega. Hún var ennþá það voru færri tímar í boði. Já, hún var svo var þeim fjölgað bara nokkrum mánuðum setna. Ég bara hreinlega man ekki hvernig það var þarna. Það var ekki pöntunarþjónusta sko. Ég get sagt ykkur smá aðdraganda að pöntunarþjónustinni. Ég flyt hana, er fyrsta manneskjan að flytja í þessa blokk. Og það var í júli og ég hugsaði strax býttin og það er ekki göngustígur. Það var eitthvað gamall malarslóði en það er ekki þetta riðjan yfir vetunar og
það var enga strætósamgöngur, þannig að það var bókstaflega engin leið í og úr hverfinu. Það var þessi eina gata en það eru ristur sorpbílar að fara, það er komin hálka, þetta er bara Þeir fylgja ekki 50 km hámarksaðareglunni. Nei, með við gæsarræn sem að myndast hana þá forðast ég að labba hana. Þannig ég bara byrjaði, ég held bara strax í ágúst, byrjaði ég að spyrjast fyrir, heyrðu, hvað ætlaði að gera strætómánum? Það er engin fysisk leið úr hverfinu. Og ég er að þrýsta á það bara mjög lengi, fæ samband við, það var einhver bæjarfulltrúi í samgöngumálum, Heimir eða Hilmir, man ekki nákvæmlega. Og ég byrja að þrýsta smá að hann, sendur svona málaðanlega hvort að sé eitthvað að frétta og svo strætó. Og ég legg meðal annars með tillöguna að við fengjum þjónustu svona eins og í Kjalarnesi og hefur þekkst og veitum en það gerðist. En það tók alveg tíma, það var akkurat ekki sér göngustígur. Svo fer ég bara, ég er í þannig námi og vinnu. Ég er að koma heim 11 á kvöldin og út af því að það er engin göngustígur, það er heldur ekki ljósastýrar, þannig ég er í kolniðamyrkri að labba niður brekku, það virðist myndast svona á eða svona smá lækur, þannig að labba niður brekku sem er bara klaki. Úr spöng þá? Eða? Já, frá spönginni, en það er aðeins í kapli sem kemur svarti kaplinn sem, og ég var að detta niður og eitthvað tíma okkar hafði ég talað og það kom eitthvað smá frétt það í blöðin og en það sem var til fyrirstöðu skilst mér alltaf að það átti eftir að samþykja hvernig fjármagnið úthlutað í strætó, þannig það þurfti að bíða til næsta árs, þannig að þjónustan kom ekki fyrir eftir áramót, þannig það var alveg hálft ár minnst, ég man ekki alveg nákvæmlega hvaða mánuð. En þú veist, ég veit ekki, myrkri í nóvember og desember. Takk fyrir að standa í þessu. Svo flytti ég inn árið setna Já, og þá er þetta komið að einhverju leiti þessi pöntun og þjónusta og munaði það. Ég held að veit ekki þau sem eru að hlusta á kannski bara pöntun og þjónusta. Já. Ef við getum aðeins að því að þú veist strætó oft er hægt að fara bara á stoppistöð og vagnin kemur þá að hálftíma fresti eða 15 mínútna fresti en pöntun og þjónusta er ekki þannig. Nei, pöntun og þjónusta er þannig að þú ert að hringja í sérstakt símanúmer hjá strætó og panta ferð eftir fyrirfram ákveðinni leiðatöflu þannig að það er bara ákveðin tímum og þú er að ringja með allavega hálftíma fyrirvara til þess að bóka ferðina. Við erum með mynd af þessu sem við getum að setja upp á skjáin. Já, það erum að gera. Og til að bæta þetta er svona laust sem er tekin að dreifbíli þar sem eru það fáir íbúðar að það borgar sig ekki að vera með heilan vagn. Einmitt. Og þá ertu að vísa til hverfisins sem ég bý. Já, og það hefur líka verið nota... Er þetta ekki einhverstaðar í Kópavogi eða eitthvað? Nei. Nei, þetta Álftanes hefur stundum, þau hafa verið með svona bland að þá er viss vagn sem kemur á vissum tímum og svo er viss tími sem það þarf að ringja. Þannig að þetta er alveg á nokkrum stöðum í borginni. Já. Þannig að út af allir fyrirmynd fyrir þessu bið ég eiginlega bara strax þetta. Já. Vagn 25 sem við sjáum spöngin B, það er allt komið með eitthvað svona auka stafi inn í heiti, það var væntanlega einhver staðsetning þarna á spönginni, Gufunes og þetta er pöntun og þjónusta og það stendur allar ferðir nema fyrstu 3 morgunferðirnar á virkum dögum er í pöntun og þjónustu og það stendur myndinni pöntun og þjónusta virkar þannig að viðskiptavinir panta ferð með því að hringi í pantsíma svo símanúmeri gefið upp minnst á kosti 30 mínútum fyrir áætlaða brottför samkvæmt tímatöflu. Það er aðeins hægt að greiða fyrir ferðina í leigubílnum með því að sýna klappkort, fargjald í klappappi eða klapp 10 og þetta er þess að tekja vefsíðu strætó og það eru þetta er einhver tímatabla sem ég bara er ekki alveg átta með á. Hún sýnir okkur virkadaga og við sjáum að það eru virðastur aðeins tíðari ferðir morgunin en síðan óskup lítið að frétta daginn en síðan aðeins meira seinnipartinn og aðeins fram á kvöld. Ég held að P er að standa fyrir að það eru pantaðar ferðir. En þetta er
veistu hvenær þetta tilkomið að fyrstu 3 morgunferðirnar séu ekki pöntun? Það temmilega nýtt. Ég held að það byrja á þessu ári. Ok, það var nefnilega þetta, já, við vorum í stökustu vandræði með akkurat þessar ferðir sko þegar við vorum að nýta okkur pöntunarþjónustuna sem mest af því að eins og sést á tímatöflunni þá fyrsta ferð klukkan, já, hún fer frá í Jökulsbási klukkan 6:58, nei, fyrir ekki 28. Já, 6:28. 6:28. Nei, 6:58 fyrsta ferð, fyrir ekki. Fyrsta ferð 6:58 Já, og svo er það 7:28 og 5. Alveg rétt, já. Og þjónustuver strætó ekki búið að opna hálftíma fyrir 6:58. Þannig að það var ekki, þú varðst að hringja kvöldi áður, en þá var oft ekki svarað. Af því það var bara búið að loka þjónustuverinu. Já, þau saminast á þegar að þjónustuver strætó lokar, þá held ég að maður fer inn í sama síma ferðaþjónusta fatlaðra síðan nota eitthvað Já, var sambærilegt. það? Og þá eftir að strætó lokar hjá sér, að þú veist, þá tekur ykkur við símanum, en ég hef talað við þau og maður þarf sennilega að bíða frekar lengi og þegar þá orðum bara stærri þjónusta. Já, og þá gerðist það stundum, þú veist, að maður náði ekki í gegn áður en að lokaði eða eitthvað svoleiðis. Eða bara ef að strætóin síðan kom ekki morgunin sem að var því miður bara frekar algengt, þá, eða hann kæmi alltaf seint, að þá var ekki hægt að hringja heldur til þess að vekja athygli á því og biðjum að yrði ítrekkað að hann kæmi eða hreinlega láta skrá að hann hafi ekki komið. Ég reyndar fór að vera rosa dögulegt í að hringja. Ef hann kom 5 mínútum seint, þá vissi ég oft. Og það var í byrjun þá oft á tíðan mættu þau ekki eða rangan stað, ég veit ekki. Ég byrja að mæta alltaf 10 mínútum ára nátt að vera mætt. Já. Bara alltaf gá hvernig það örugglega mætt. Við gerum það sama. Stoppistöð? Já, það mert. Það staur. Það mertur staur, þannig það þú getur verið á einum réttum stað. Það kemur ekki neitt annað til greina, þannig að þú getur sagst að verið á staðnum. Á staðnum. Ég hef notað svona ekki alveg nákvæmlega frá þessari staðsendingu en pöntunarþjónusta, Gufunesi og það var leigubíl sem kom. Já, þetta eru einmitt leigubílar. Ég hef vísu stundum fengið einmitt bíl frá ferðaþjónustu fatlara. Já, en oftast voru þetta leigubílar og einmitt þeir stundum fóru bara eitthvað annað af því þeir vissu ekki hvar þessi stoppistuð væri. Enda hún bara einhver eitt staur í, þú veist, bílahafi, þessu kaosi sem bílastæði. Nei, það var skylda bara eða báðum ekki númerið 1, gefa þeim númerið 1, bara alltaf. Ferðaþjónustu held ég hefði tilkomið með út af því að hreyfill bara réð ekki alltaf við þetta. Ég held í kringum COVID líka, þá duttu svo margir bílstjórar út og svo stundum var bara allt og mikið að gera. Og þá akkurat komur kannski ekki meira en klukkutíma og veist, maður beið út í meira en klukkutíma. Já, ég lendi einhvern tímann í því að þú veist, ég pantaði með mínum hálftíma fyrirvara og allt það og svo kom ekki bílinn fyrir 20 mínútum og seint. Og ég spyr hann bara, þú veist, varstu ekkert látin vita af þessari ferð? Hann segi, nei, ég fekk tilkynningu fyrir 10 mínútum, þá hafði ég sérst hringt aftur og bara, hvar er bíllinn, skilur? Og þá hafði aldrei farin einn tilkynningu á stað og hann sagði mér að það væri nú bara yfirleitt þannig að þau væri ekki, þú veist, bílstjórarnir væri ekki að fá hann hálftíma fyrirvara. Nei. Þannig ég veit ekki fyrir hvern þessi hálftíma fyrirvari annað en bara til þess að vera meiri hliðvarsla við þessari þjónustu. Já, nei, ég hef oft, og ég spjalla bara reglulega við á og ég hef alveg búin að átta með að þetta ofta ekkert bílstjórnum að kenna og maður átti að heyra að þeir eru kannski í Breiðholtinu allt annars þar í bænum, bara já, ég fekk 10 mínútur fyrirvara og ég veist, það tekur meira það keyringa, þannig að bara afsaki hvað ég segi. Nei, einmitt, þetta alls ekki við þá að sakast, þú veist, þetta bara lélegt kerfi, þú veist, þetta gengur bara ekki alveg upp. Já. Og þú veist, ég og kærasti minn vorum að nota þetta kerfi til að komast í vinnu og vorum að vinna niður í miðbæ og já, og þurftum sérst alltaf að ringja á kvöldin til að panta bíl, það var ekki hægt að panta marga daga fram í tíman heldur. Við spurðum mjög oft
bara má ég please, ég að fara í vinnuna alla daga vikunar, ég lofa. Neip, það var ekki hægt. En þannig að það ánægilegt að það sé ekki lengur pöntun, það komið bara fyrstu ferðinar. Já, ég búin að vera að nota þessar. Það frábært, sko. En það gerðist svo opbáslega oft á þarna, þessu einhverja mánaða tímabili sem við vorum bara, við vorum orðin bíllaus og við innsettum okkur það að við ætluðum að nýta þessa þjónustu, hún væri til staðar og við ætluðum að sýna fram á að það væri full þörf á henni. En við endum á að missa svo opbáslega mikið úr vinnu og bara, við vorum líka í rauninni að missa úr svefn því við þurftum að vakna miklu fyrr til þess að geta tekið þennan bíl, eða þetta er svo löng ferð, maður þarf að fara í gegnum allan Grafavoginn líka því að bíllinn fer bara með upp í Spöng og þá ertu að taka 6 í gegnum allan Grafavog með tilheyrandi bílveiki fyrir mig allavega. Þannig að það var svona, allt í allt var þetta alveg 1,5 tími sem fór í þetta á hverjum einasta mótni og það var svo oft eitthvað sem að klúðraðist að vinnuveitundur okkar voru bara ekki neitt rosalega til í það lengur. Við vorum ekki til í það og við vorum farin að vera bara kvíðin stöðugt yfir þessu. Og kvíðin, mun einhver svar í síman núna þegar ég hringi og panta bíl. Mun strætóin koma að ná í mig þegar ég kem hérna í Spöngina á leiðinni heim úr vinnunni með innkaupapókana. Og svarið má ekki vera nei. Það má ekki klúðrast. Það má ekki klúðrast það oft að þú sért einhvern veginn, já. Að trausti þessi farið. Akkurat, þannig að þetta endaði fyrir okkur þannig að við keyptum okkur rafmagnshjól þegar göngustíðurinn var komin og fórum að nota þau. En eins mikið og ég vildi vera hjólatýpa þá ég það ekki og það var ekki raunhæft fyrir mig heldur að nota reiðhjól sem aðalsamgöngur og það var mjög erfitt að blanda því saman. Ég reyndi að stundum að fara með hjóli í strætó, það gengur ekki. Og við erum í dag aftur orðin bíleigendur, en það er enda líka því að við erum von á barni og okkur fannst bara tilhugsun að þurfa að reiða okkur á þessa þjónustu með lítið barn. Ekki fýsileg, sko. Það skil ég enn betur. Já. Þegar þú ert með lítil börna þá er ýmislegt svo þú þarft að hafa meðferðis og þú þarft að fara á heilsugæslustöðina. Akkurat, þeim fylgir mikið hafurtask. Já. Og svo líka bara á meðgöngunni þá hef ég ekki lagt í þetta heldur, sko. Eins og ég myndist á þá verði ég mjög bílveikt. Ég hefði ekki höndlað klukkutíma 1,5 tíma strætóferðirnar. Bara ekki sens. Nei. Ekki þægilegt allavega. Nei. En hvernig upplifir þú Glitta? Sko, þetta hefur alveg komið í bylgjum. Já. Klárlega. Ég man að þegar þú varst undir þjónustuna þá var hún einstaklega léleg. Akkurat ég var ofta að bíða klukkutíma einhvern veginn á stormur og ég var upp í Spöng sem er upp á hæð og ég bíllinn núna sein og ég hringi neyri til eins og ég geri ofta á tíðum og ég bara heyrði það stormur, má ég bíða inni Spönginni sem er fullt af verslunum. Nei, þetta er bara eins og strætó, hann kemur þegar hann kemur. Bara já, ok. Getur ekki að ringja, nei, hafa bara ekki. Já, ok, þannig ég var bara að bíða hérna þangað til hann kemur. Og getur þú sagt mér hvernig hann kemur? Nei, það er bara, þannig ég man eftir, ég var alveg þetta var pingu traumatizing þetta moment, ég var bara meirinn klukkutíma, ég held 1,5 næstu í einhverju farvegri. Og komið ekkert bíllinn? Jú, hann kom að andanum minna mig. En hann kemur bara þegar hann á að koma en ekki eftir að segja þér hvenær samt? Nei, og það var svo mikið að gera og það var oft mikið að gera eftir þetta. Ég held að það er samt bara svona 3 til 5 tilfelli að það þurfti að bíða klukkutíma en ofta tíum 20 til 40 mínútur var alveg venjulegt. Já, 20 mínútur var alveg, það var mjög
standart. Já, og svo eitthvað, þú veist, var ég ofta að ringja þannig, mér varst hún batna smá eftir smá stund Já. og svo fannst mér, það var núna eitthvað tíman, hvort það var í vor, það var innan ár síðan, þá datt hún aftur niður og ég var að fara í frekar, veist, ég búin að vera í endurhæfingu, þangað til bara, ég held, þetta er síðasti opinberi dagur mín dag, en ég var að fara í dýra læknatíma sem var bara forfallagjald upp á 10.000 og ég var bara eitthvað, ringdi bara, heyrðu, ég byrja að koma, ég veist, þið þurfi að bera ábyrgð á þessu. Þannig að, jú, oftast þegar ég var búin að vera grátandi í símanum, þá ég bara, já, ekki snefni á þessu, út að þá var svona einu svona, ok, við skulum borga fyrir því alla leiðina niðri á staðinn sem þú ert að fara á. Þannig að einu svona var leiðilega, það verið mjög eftir hverju símanum, þú veist, þegar ég sérð þessi liðlegheit og skilning á móti hinni mannskjunni sem að sagði manni bara bíða. Það hefur alveg, já, það á enginn að þurfa að vera grátandi í síman við strætó til þess að fá að nýta sér þessa þjónustu. Þú veist, þetta ég heita almenningssamgöngur. Það mér finnst það bara opaslega. Og stuðull þjónustunar og heldur ekki að fara eftir skapi þess sem að... Nei, alls ekki. Það eiga bara að vera staðlar. Nei, og ég hugsa akkurat, þessi nú var ég þarna bara í mjög viðkomum hóp og ég hugsa, ég ætla að standa með sjálfur mér, ég ætla að glefsa smá. Og ég vil fá þess að þjónustu í gang, veist, ekki bara fyrir mig, heldur líka bara aðra viðkoma hópa sem ég ekki endilega efni á að vera á bíl. Og það var þetta svolítið fyndin eftir svo eitthvað í annað þriða sinni þetta gerist, þá bara, heyrðu, geti fengið að tala við hana eitthvað og tala bara við hana, bara, heyrðu, ég til ég að sittast með ykkur og reyna að gera þessa þjónustu bara eitthvað skilvirkari, þú veist, ég er alveg tilbúin að gefa ókeypis þjónustu, ég er ekkert endilega að biðja neitt laun. Hann bæði e-mailið mitt og ég segi bara, já, er e-mailið mitt og hann segir, já, endilega hvað leggur þið til? Eins og ég væri tilbúin með eitthvað plagg, mér finnst það mjög skrítið. Af hverju þú líka vinna þessa vinnu? Já, hvað þarf að gera betur? Ég veit ekki alveg hvað það er í boði, ég vildi bara fá kannski greiningu frá þeim samtal. Ég svara honum hins vegar bara, heyrðu, já, ég er tilbúin að setjast með ykkur og sagði bara menntunina mína sem er meðal í umhverfissálfræði, það sem er oft, og samgöngur er eitt af stórum atriðum og ég gerir mastersverkefni deilibíla, þannig að já, ég er búin að stúdera svolítið samgöngur, en já, ég fekk aldrei svar. Fyrst aldrei svar? Hann svara ekki eins og seinna, það var eins og að hafa bara svona, wow, ég bjóst ekki við þessu, að það auðvitað ekki vita alveg hvað þetta gera við mig. En ég er ég vil svo einlægt þessi þjónustu gangi upp. Já, ég mér tókst einhvern veginn að trúða mér í einhvern svona rýnihóp fyrir strætó í fyrra sem var bara á vegum Gallup eða eitthvað svoleiðis. Já, það var svolítið fyndið, ég fekk bara tölvupóst og stökk á það og nýtti það svolítið að þar voru fulltrúar frá strætó viðstaddir á rafrænum fundi en voru á mute, voru ekki þáttakendur, þannig að það var ágætt, ég fekk þar tækifæri til að koma því að framfæri hvað væri ábótavant við þessa þjónustu en svo hef ég ekki sjálft verið að nýta hana, þannig að ég veit ekki einmitt, ég hef aðalega heyrt einmitt frá þér. Já. Við erum svo mörg í hverjunni sem erum búin að gefast upp á að nýta hana af því hún hefur verið svona óstöðug. Hort á akkurat við erum svona umhverfis litli hnappurinn. Akkurat. Og ég er leitt að fá sem hafa ennst í þessu. Akkurat. Ég veit að fleiri hafa keypt sér hjól, rafmagnshjól og eru að hjóla. Ég held að fólki sem fær að nýta þessar 3 ferðir út af ferðin einhvern veginn tilbaka niður á við, hún er oft ef maður vill labba. Ég akkurat mér var oftast erfitt að ná bíl í Spönginni en hinnustanum. Þannig ég labba alltaf heim. En þessar 3 fyrstu ferðir, það er bara einn bílstjóri og hann býður bara eftir að næstu að byrja. Þannig að þær eru skoteldar. Það munar það. En á tímabili var kærasti minn líka byrjaði að vinna klukkan 7 á morgnana niður í miðbæ og þá var ekki séns að nýta þessa þjónustu þó að jafnvel þó hún hefði verið með besta móti.
þú veist, það einmitt ástæðan fyrir að við hættum að nota hana var svona samspil af ótrúlega mörgum þáttum, þú veist, það hvað það var alltaf að klúðrast, vinnutíminn hans breytist, ég var alltaf að, þú veist, í klukkutíma að jafna með eftir bílferðirnar og við vorum ógeðslega kvíðin yfir þessu, þannig að, já, en svo heyrði ég sko skömmu seinna, örugglega bara ekki löngu eftir ég var í þessum rýnihóp, þá las ég held ég bara á Facebook frá Reykjavíkurborg, þar sem er settar inn svona ályktanir fundar þessa og þessa þjónustu. Ég veit ekki, kannistu við? Já, eitthvað svona fréttatilkynning eða ákveða að gera eitthvað. Já, það er eitthvað, í dag var fundað strætó og við vorum að tala þetta og þar kom í dag var fundað pöntun þjónustuna, leið 25. Þetta er best nýtta pöntun þjónustan á landinu eða allavega höfuðborgarsvæðinu, manni á að tekið fram. Og í ljósi þess hvað hún er vel nýtt sjáum við enga ástæðu til að gera breytingar á henni og ég ætlaði ekki að trúa þessu. Þetta er bara fram hjá mér. Þetta var bara Facebook, ég var bara ég hafði ekki eins og mér að kommenta sko, því að ég kæri mig ekkert að vera virt í athugasemdum sko. En finnst ykkur eins og, þú veist, að það sé sko að því nú kemur þarna nýtt hverfi og það er eins og vanti, þú veist, fyrst þegar þetta er fyrst íbúar að flytja inn, það er svona vantar strætósamgöngur, vantar bara aðgengilegan göngustíg, þú veist, og svo svona hefur maður heyrt þessar skoðanir bara, já, það er bara eðlilegt að þetta sé, þú veist, að byggjast upp, ok, en þú veist, það þarf samt að vera einhver tenging í og út úr hverfinu. Fólk hefur alveg verið duglegt að segja að þetta sé bara, svona sé þetta alltaf. En við því segi ég bara, hvað meinar? Þetta sé bara viðtekið. Það er ekki hægt að bjóða fólki upp á það að hrúa því í einhver hverfi og það sé ekki neinir innviðir. Það sé ekki gatnakerfi, það sé ekki gangstéttir, það sé ekki umferðar öryggi. Já. Sammálaðir. Það fíkur aðeins í mig, sko. Já. Fólk á líka, þú veist, fólk á að geta vera örugt á leiðinni heim til sín og til og frá heimili sínu og það hefur ekki verið þannig í Gufunesi en stendur svo sem til bóta sko en það eru 3 ár síðan að þú veist fyrstu blokkinnar fóru að rísa og svo við tölum nú ekki það að fólk hefur búið þarna lengur en svo þarna hafa verið smáhýsi og íbúarnir sem hafa búið þar hafa stundum verið fólk í mjög viðkvæmri stöðu og ég mann þegar við vorum þú veist, áður en að ég flutti inn þá kom ég stundum rúndum hann niður eftir að kíkja hvernig gengi byggingin og ég hugsaði svo oft til fólksins sem bjóða þarna bara hvað stöðu verið að setja þau í. Þau eru ekki endilega með bílpróf eða endilega aðgang að bíl, þau eru ekki endilega með aðgang að leigubílum, það voru engir göngustígar, þú veist, það var engin vetrarþjónusta, það voru engin ljósastörar einmitt, og svo þegar fólk flutti loksins inn í blokkina þá í þínu holli að þá það kom ekki kóðljóstur en það var allan að voruð ekki lengur það var svo mikið myrkrun. Það var svo mikið af fólki á móti íbúunum í smáhísunum og mér fannst það svo ógeðslega ósanngjarnt því að það var búið að setja þau í einhverja fáránlegar aðstæður ótrúlega viðkvæman hóp sem að þyrfti að vera miklu nær alls konar þjónustu og síðan voru allir bara í fílu við þau fyrir að þú veist bjarga sér fyrir að vera til fyrir að vera til og þú veist það voru einhverju þjófnaðir á gaskútum og reiðhjólum til að byrja með en það hefur ekki verið síðan sko ekki allavega ekki svo ekki sumt að þið voru líka bara íbúðar í minni blokk nefnilega svo er það er bara ótrúlega miklu fordómar líka þú veist, ég veit ekki, ég hef aldrei orðið vart við neitt vesen þarna sko. Ég bjó annars þar á Brotustinn stundum, ég var með að læsa alltaf vel inni ef þú stundar almannar þannig, ég hef ekki orðið fyrir neinu njarski en það er náttúrulega ömulegt, ég er ekki að kenna fólki að læsa ekki dótinu sína en það vissilega
Nei, en það var líka, þetta gerist bara þarna í byrjun og einhverjir sem bentu fingri á þessa íbúa þarna en mér fannst það það ofta ekkert gert með, þú veist, fólk vissi ekkert hver það nefnilega. það var bara eins og að vera fyrirfram ákveð. Akkurat. Ég veit ekki, ef við drega það saman, sko, minnst þið verið að segja að þú veist, þetta er ómarkvisst og þið getið ekki treyst á þjónustuna, hún er ekki fjölskylduvæn. Nei. Þannig að hérna, eru einhverju góði punktar við þessa þjónustu? Ef ég má bæta eins við þannig að hún sé ekki fjölskylduvæn, hún er ekki aðgengileg fólki sem að þekkir hann ekki. Já, minnst það aðalega ég hef reynt að leiðbeina fólki með þessa þjónustu. Akkurat, þú veist, flest eigum við vini og ættingja sem vilja gjarnan heimsækja okkur en geta það bara ekki, að treysta sér ekki til þess af því að þau, þú veist, þeim vex í augum að þurfa að nota pöntunarþjónustuna og ég skil það vel. Þetta er opbóðslega, þetta er alveg skrítið og mörgum finnst bara erfitt að þurfa að hringja símtöl og þú þarft líka að skipuleggja þig svo opbóðslega mikið. Já. Þú veist, þú getur ekki bara að hoppa upp í næst strætó og skroppi heimsókn, sko. Ég var alveg félagslega einangrast töluvert bæði út að mér erfitt að komast í orðhverfinu og hvað það fá fólki heimsókn. Sama hér, sko, á tímabili. Og þú veist, eins og hérna, kærasti minn á 4 systkini sem er all úlingar og eru í mjög miklu samskiptum við okkur og þú veist, við erum mikil samgangur en þau treysta sér ekki endilega til að koma sjálf til okkar. Þau hafa yfirleitt frekar sko vilja koma í spöng og labba en þá eru þau ekkert endilega að fara að gera það þegar það er dimmt og frost og bara, já, ég veit ekki, það hefur verið held ég 1 eða 2 manneskjur lagt í að prófa að nota þessa þjónustu til að koma í heimsókn á þessum 2,5 ári sem ég hef búið þarna og ég áfellist fólk bara alls ekkert. Nei. Verður eiginlega bara svolítið sorgmættur? Já, þetta er mjög dapurlegt, finnst mér, sko. Það er tækifæri til að gera ótrúlega gott og ég skil ekki alveg af hverju það er ekki búið að gera það. Nei. Líka núna fjölgar íbúum í Gufunesi mjög hratt. Byggingarnar eru að spretta upp. Við erum örugglega orðin hátt í 1000 manns ef ekki meira, sko. Og ég var nú að sjá einhverja galna teikningu, það er áætlega 10 byggingar á einum reit. Þannig að þú veist, þetta er að fara að vera mörg þúsund íbúa hverfi bara eftir smá. Og þú veist, þetta er nú þegar orðið mjög stórt og lifandi hverfið. Þú þarft ekki, þú veist, fólk tekur oft svona útsýnisrúnda. Við verðum allavega að vera við fólk sem að keyrir hérna og er að fylgjast með, sko. Já. Og fólk er að kíkja á hverfið og já, bara hvet fólk til þess að gera það og sjá það er hellingslíf þarna, það er fullt af fólki sem býr þarna við ekkert frábærar aðstæður. Þú veist, þó að íbúðirnar séu, þú veist, það er frábært, ég er óbúslega þakklátt fyrir að hafa geta fengið að kaupa mér íbúð. Ég er óbúslega þakklátt fyrir að líka hafa, þú veist, notið þeirra forréttindi að geta keypt mér bíl. Það er ekki sjálfgefið, en við eigum ekki að þurfa að vera ógeðslega þakklátt fyrir, þú veist, basic hluti eins og sorphirðu og almenningssamgöngur. Þau eru bara partur af samfélagsáttmálunum okkar, hélt ég. Já, sérstaklega þetta eru ódýrar íbúðir. Það eru ætlaðar fyrir fólk sem er kannski ekki fjárhagslega með þetta hreinu. Það hefur nú stundum verið stemmingin að hérna, við eigum bara að vera ánægð að hafa nú geta náða að kaupa, sko. Við eigum allavega heimili. Já. Bara já, ok. En það má vera með eðlilega kröfur. Það má líka, svo sannarlega. Og við erum líka, þú veist, við erum ekki í síðri íbúar þó við búum í ódýrari íbúum. Íbúðum, segi. Þú veist, ég veit ekki hvað konsept það er. Og hvað... Þið borgir líka væntanlega eitthvað skatt og útsvar eins og allir aðrir. Já, nákvæmlega. Og á móti er, rétt að þið gerir kröfu á það sem eðlilegt er. Já, fyrir utan að það er líka bara óbúslega mikið af framtaksumum og flottum einstaklingum og við erum búin að stofna hérna framfarafélag Gufunes. Þannig ég held að þessi flestir meðlimir enn sem komið
eru, þú veist, okkar nágrannar. Já, En þetta, þú veist, Framfarafélag Gufunes er búið að standa fyrir, 3-4 plokkdögum. allan á 5 5, já. 2 í ár, svo voru 3, það var fleiri en 3 í fyrra. Já, og bara, og þú veist, það er svo mikill vilji í, þú veist, drífandi ungu fólki sem að býra þarna til þess að gera gott samfélag og Þannig að hjartaslæðir, heldur betur. Já. viljinni til staðar. Já, ég tróð mér í starfshóp í umhverfis öryggi Gráinum. Frábært. Bara til að tala Gufunesi. Ég bara nei, ég er út af með bausta en að fara í hennan hóp. En ég er líka búin að vera að reyna að tróða mér. Ég reyndi að tróða mér í starfshópunum Sundabraut, það tókst því miður ekki. En þetta tókst, þannig vonandi Já. Það er nú hefur það ekki allir í Grái sem eru mjög til í að Gufunesi partur af Grái. En einhvers staðar þurfum við að tróða okkur inn. Já, einmitt. Orður eru til alls fyrst, það er. Já. Heldur betur. Svona kannski að lokum, hvernig, hérna maður forvitnast, hvernig komið þið hingað í dag? Ég er á bíl. Já. Já. Ég var að byrja nýjum vinnustaf fyrir 2 mánuðum og ég er að nota eitt af þessum fyrstu 3 leiðum. Þannig ég tók strætó í vinnu og svo er ég bara búin að hanga niður í bæ síðan. Hitti Móberg Einmitt. og við keyrðum saman hingað. Og svo færðu fara heim. Já. En ég þú veist, átti tíma hérna einhvers staðar niður í bæ og er búið að vera niður í bæ að því að tók því ekki að fara heim því að tek svo langan tíma. Þannig að þess vegna einmitt hittust við áður en við komum hingað. En það er nú svo sem allt í lagi. Það var mjög gaman að hitta þig. Já, sömuleiðis, samanlega, takk. Það er greinlegt að það er ýmislegt sem við getum haldið áfram að fylgjast með og skoða í tengslum við Gufunesið, ekki bara strætósamgöngur, heldur líka athyglisvert að heyra svona hvernig íbúar hafa svona að vinna saman að einhverjum markmiðum og svona samheldnin, þannig að ég held að við séum hérna með fullt af hugmyndum það sem við viljum skoða nánar og fá kannski að heyra meira því að var mjög margt sem að kom fram í þessu viðtali. Það er bara mjög athyglisvert fyrir okkur. Já, frábært. Og við förum með það næstuð inn í okkar vinnu. Frábært. Betri strætó. Já, takk. Já, takk. Besta leiðin til að hvað? Ég veit ekki. Bara einhver leið. Já. Please, gefið mér leið frá heimilinu mínu. Ó, hvað væri næs að geta bara stokkið upp í strætó, sko. Einmitt. Já, Hvílíkt frelsi. Ég sakna svo mikið að vera bara eitthvað, ég ætla að hoppa núna, eða þú veist, maður er alveg, já, þetta allar þessar litlu skynda ákvarðanir sem maður tekur. Ég er ekki svona skipuleg típa, sko, að eðlisfari, það maður þarf að fá að geta verið spontant, sko. Við ætlum að kveðja hérna í dag. Takk Móberg og Glitta fyrir komuna. Takk fyrir mig. Takk. Við Ásta, við kveðjum hérna. Takk fyrir að vera með okkur í dag.